Hörður, eitthvað svona. Já, Whatever. Og svo var Vigdís sem sagt líka sko með rullu sko, hún var þá svona Björgvin Halldórsson getur sungið hana. Björgvin Halldórsson? Já. Sem sagt, já, hugsaði, þá myndi Björgvin Halldórsson syngja hérna hana, Vigdísi Finnbogadóttur. Og Egill Ólafsson myndi syngja hérna Ólaf Ragnar og Andrea myndi syngja Bubbu. Nei, ég hef ekki verið með sama kastið bara. Nei. Og ég Nei. En hver myndi leika Frilluna? Hver er Frillan? Það segir Ólafssonar. Nei, hans Ólafs. Er Ég var kannski ekki með Frillu, ég veit það. Sko. Ég ætlaði að fara að tala hérna í seglisi mínu tískunni í dag. Þá ætlaði þú að fara að eyðileggja og tala Evítu, þú veist, af öllu, allavega. Nei, ertu búinn að fara á Evítu? Nei. Þekkjur einhvern sem er búinn að fara á Evítu? Hvað er þetta? Vertu ekki með þau? Hvað, ertu með einhverja niður í starfsemi þína? Er ég með? Já. Nei. Það er bara, þú veist, leave it alone. Það eru miklu auglýsendur í það. Herru, allavega, sko, Jón, ég vil spyrja þig að því. Hvað er það, nú ert þú fylgist með tískunni. Já. Og það er svona, það er margt í gangi í tískunni í dag. Fólk klæðir sig eftir veðri og hérna, og svo fæðis. Sko, klæðir þú þig samkvæmt nýttri tísku? Já, ég geri það. Ég sé það. Og svona, maður reynir að vera í merkjafötum, í þeim merkjum sem hæst ber hverju sinni. Lastu greinina í séð og heyrt þannig fyrirsetna Nínu Björk sem býr í Miami. Nei. Og hún var á málstaðnum. Hún grét þegar Versace var drepinn, hún hafi aldrei hitt það. En hún grét vegna þess að hann var uppáhaldshönnurinn hennar. Hún var stödd á Miami og fór sann að klukkutíma eftir hann hafi hitt þetta í viðtölum. En við verðum að, kannski með ef við tökum leggjum sérstaka áherslu á íþróttaklæðnað. Já, nú er íþróttaklæðnað mjög inn í dag. Manstu þegar við vorum litlir, þá var engin maður með mönnum nema þetta í strigaskó sem væru svartir með svona hvítum röndum. Jú, manstu þetta því? Remember. Mitt. Og sko, ef maður átti ekki svoleiðis skiluru skó, þá getur maður að fara og drepi sig. Já, þú veist, það var bara, sem sagt, já, það var bara, sem sagt, það var endalókin, þannig að maður átti ekki svoleiðis skó. Nú eru þessi skór komin aftur í tísku? Já, svo duttuður úr tísku skiluru og þá var ekki lengur sko, og þá sem gekk í svona skóm, hann var drepinn. Hann var illa dauður sko, sem lét sína sig í svona skóm. Og síðan komu þarna, sem sagt, Nike, já, Just Do It. Og það var mjög gott mál. En ég man að ég átti svona mitt svona treyju, íþróttatreyju, svona, sem var svona jakki sem maður reyndi upp þegar ég var lítill. Í dag eru allir í þessu, Damon Albarn er í þessu. Já, með ég var í þessu 10 ára skilur, þótti, þú veist. Svona háskólabólur með rennilás. Nei, ekki háskólabólur, þetta er svona, svona treyja eins og Þossi er oft í. Já, með hettu. Nei, ekki með hettu. Þetta er svona bara fótbolta, svona rennilás. Já, með svona númerum á. Já. En, og svona röndum á höndunum. Já, eins og þjálfararnir eru alltaf í Evrópumeistarakeppninni. Já. Þetta og svona íþróttatískan hefur verið að sækja. Hún hefur verið að gera það skilur, en hún er nú reyndar að dala aðeins. Er það ekki Þossi? Þossi? Aldrei hann viti það. Hann er svona að reyna að vera ekki inn skilur. En það samt sko. En svona sko hallærislegustu föt sem hægt var að vera í þegar ég var ungur maður sko. Að hallærislegustu föt sem hægt var að vera í, það voru íþróttaföt. En hvað var þá?